Landvernd krefst þess að framkvæmdir í Bjarnarflagi verði þegar stöðvaðar. Forstjóri Landsvirkjunar segir málið misskilið. Landsvirkjun hefur laumast til að hefja framkvæmdir við Mývatn án leyfis. Þetta fullyrðir formaður Landverndar sem vill að framkvæmdir verði þegar stöðvaðar. Forstjóri Landsvirkjunar segir málið misskilning. Karin Kjartansdóttir. Hér má sjá myndir af framkvæmdum Landsvirkjunar í Bjarnarflagi við Mývatn vegna mögulegra stækkunar virkjunar á svæðinu. Stjórn Landverndar telur þessar framkvæmdir gerðar í óleyfi. Guðmundur Hörður Guðmundsson, formaður samtakana, sendi í dag stjórn Landsvirkjunar bréf þar sem farið fram á að framkvæmdirnar verði stöðvaðar. Þarna farið á stað á grundvelli leyfis sem sveitarfélagið hefur gefið út, sem við teljum ekki fullnægjandi vegna þess að þarna farið á stað með óafturkræfar framkvæmdir. Þrátt fyrir að framkvæmdarleyfi hafi ekki verið gefið út, virkjanaleyfið ekki tilbúið, stjórn fyrirtækisins hefur ekki tekið ákvörðun að reisa þessa virkjun og rammaáætlun hefur ekki verið samþykkt á Alþingi. Þannig að við teljum að Landsvirkjun hafi farið fram úr sér í þessu verki. Hörður Árnarsson, forstjóri Landsvirkjunar, segir að jarðvegstilfæringarnar séu mjög vel afturkræfar. Unnið hafi verið að framkvæmdum í áratug á svæðinu og öll leyfi fyrir þeim séu fyrir hendi. Landvernd byggir því kvartanir sínar á misskilningi. Guðmundur Hörður segir hins vegar að Landsvirkjun sé að nota gloppu í skipulagslögum til að hefja framkvæmdir að virkjun sem hafi ekki fengið tilskilin leyfi. Erfitt sé að sjá hvernig raskið á svæðinu verði bætt ef að umhverfisáhrif á svæðinu þykja of mikil til að veita virkjanaleyfi. Hann óttast áhrif mengaðs affallsvatns og brennisteinsmengunar á Mývatn. En umhverfismat á svæðinu liggur þegar fyrir. Þeir starfa þarna á grundvelli 10 ára gamals umhverfismats og á þessum 10 árum sem liðin eru frá því að það umhverfismat var unnið og þá hefur mjög mikil reynsla komið á rekstur jarðvarmavirkjana hér á landi, meðal annars upp á Hellisheiði, sem hefur sýnt fram á það að það kom upp vandamál sem að orkufyrirtækin ráð ekki við og við megum ekki lenda í þeirri stöðu við Mývatn.